Velkomin í Hina Reykjavík, þar sem við tölum við alvöru fólk alvöru málefni sem ekki fá of mikið pláss í meginstraums fjölmiðlum. Í dag ætlum við að fjalla mál sem mér persónulega mjög hugleikið og ég mun koma mína persónulegu reynslu á borðinu. En það aðgengi að námi og framfærsla meðan á námi stendur. Með okkur í dag sem sagt fólk sem hefur reynslu af þessu, hefur staðið í að reyna að hefja og stunda nám til að bæta stöðu sína, en rekist á allskyns hindranir og erfiðleika í þessum efnum. Hlynur Kristinn Rúnarsson, sem stofnandi samtakanna Það von, skrifaði nýlega pistil á Facebook-síðu samtakanna, þar sem hann sagði frá sinni reynslu af þessu. Og svo það hún Sanna Magdalena Mörtudóttir, sem borgarfulltrúi Sósíalista í Reykjavík. En Sanna hefur talað mikið reynslu sína af því að koma úr fátækt og í háskólanám. Þannig að hún ætlar að koma með sína reynslu inn líka. Hann ætlaði að vera með okkur líka, Hlynur Már Vilhjálmsson, sem stofnandi félags fósturbarna, en hann forfallaðist. Hann verður kannski með okkur næst, af því að þetta málefni það stórt að það þarf mikla umfjöllun. En já, þannig að ég kannski bara byrja á ykkur, Hlynur, kannski byrja á þér. Þú skrifaði nýlega þína nýlegu reynslu. Þú ert búin að vera núna, það ár síðan þú komst, rúmt ár síðan þú komst úr meðferð og ætlaði núna að hefja nám, en það ekki eins einfalt og það sýnist. Þannig að kannski ef þú segir okkur aðeins frá þinni reynslu. Já, takk fyrir að hafa mig með í dag og það alltaf gaman þegar það sem maður að setja út í kosmósið kemur tilbaka og já, ég skrifaði pistil og það náttúrulega vegna þess að ég kannski búin að gera talsvert mörg mistök í lífinu og mér langar náttúrulega ekki að viðhalda því líferni og til þess þá sé ég fram á það að ég þurfa að mennta mig og koma með eitthvað áleiðis í lífinu. Ég komin inn í lögfræði í Háskólanum Reykjavík og á að byrja í skóla núna eftir nokkra daga. En ég búin að vera á félagabótum og ég sótt undanþágu vegna þess að ég fæ ekki yfirdrátt í bankanum og ég fékk synjun frá LÍN eða Menntasjóði námsmanna og það ég sótti undanþágu vegna þess að ég var ekki að fá vinnur. Ég búin að sækja fullt af vinnum þetta síðastliðna rúma ár og hef ekki fengið vinnur. Ég vann síðasta sumar hjá Arnarlax á Vestfjörðum en eftir það hef ég ekki fengið neitt og það ekki vegna þess að ég hef ekki sótt þær, heldur vegna þess að ég hef bara hreinlega ekki fengið atvinnuviðtöl. Ég fer með öll þessi gögn til félagsmálaþjónustunnar og sýni þeim fram á það að til þess að ég geti komist út af félagabótum þá þurfi ég hreinlega að mennta mig og koma mér eitthvað áfram í lífinu og sæki þá undanþágu að fá fyrstu önnina, fá félagabætur greitt meðfram framfærslu frá félag á meðan ég að taka fyrstu önnina og en því var synjað og ég raun og veru horfa á þetta svolítið þannig að ég á frekar að vera að gera ekkert þá fæ ég framfærslu en ef ég ætla að koma með eitthvað áleiðis í lífinu að þá ekki aðstoð í boði og mér finnst þetta svo ótrúlega steikt því að ég á svo marga vini og marga þjóningabræður og systur sem hafa farið í gegnum það að fara í meðferðir og fólk endar svolítið upp á því að gefast bara upp fyrir kerfinu. Það ekki verið að hjálpa fólki að komast áfram. Því haldið áfram í sama drullubyttinum. Og mér finnst það svo sorglegt því að mikið af þessu fólki bara gott fólk sem bara vill vel og bara vill standa sig og vill ná langt í lífinu. En það bara fær ekki séns. Það fær bara ekkert annað tækifæri. Því bara viðhaldið þarna og það bara, við skulum hjálpa þér að vera á 140.000 krónum á mánuði meðan þú ert ekki að gera neitt, en við ætlum ekki að hjálpa þér að koma þér í eitthvað betra.
Og mér finnst það svona eitthvað sem að virkilega má ræða því að þetta kerfið ætti náttúrulega að vera byggt upp þannig að við erum að hjálpa fólkinu í landinu að komast áfram. Það svona mitt point. Einmitt, nefnilega þegar ég las einmitt pistilinn þinn þá akkurat ég fékk bara svona, já ég veit að þetta ennþá svona, þetta er svo ótrúlegt vegna þess að ég gekk í gegnum mjög svipað fyrir mörgum árum. Þá var ég reyndar að koma af úr endurhæfingarferli og fer í háskólanám og þetta svona og mér fannst þetta einmitt svo bara punkturinn sem þú komst með einmitt að þú veist, þú átt frekar að gera ekkert og þá borgað með þér en ef þú ert að fara að gera eitthvað þá ekki hægt að styrkja þig og það einmitt þetta, ég var líka sjálf á vanskilaskrá reyndar af öðrum ástæðum en þú veist, búin að vera einstæð móðir í mörg ár og lifa af nánast engu og það svona önnur ávísun af því að lenda á vanskilaskrá, það einmitt að vera lengi að búa við mjög kröpp kjör og já, þannig að þetta einmitt, þetta bara svo steikt að þú veist, þú ert að reyna að bæta líf þitt, þú ert að reyna að breyta þú veist, að stíga upp úr þínum aðstæðum og bæta aðstæðurnar fyrir þig og þína fjölskyldu og það einhvern veginn bara allar bjargir bannaðar og ég einmitt, já, og það akkurat það sem var svona svipað sko, mitt mál og þitt einmitt að ég fékk jú, þú færð námslán en þú ert á vanskilaskrá þannig að þú færð ekki yfirdrátt sem að þarf á meðan og já, þannig að Já, það sem svo skrítið náttúrulega bara hreinlega það, þú veist, þetta ekkert bara ég, skilur, og þetta svo mikið, þetta svo stór hópur og það kannski ástæða fyrir því að það ekkert allir sem eru með 15.000 manna like-síðu, skilur, sem að peppa mann áfram, skilur, og halda með manni og það ekkert allir sem að hafa svona sterkt stuðningsnet og einstaklingarnir sem að sitja upp á áfangaheimilinu, skilur, sem að hafa ekki þennan stuðning, þú veist, eru bara með einhverja nokkra stráka eða vini eða, þú veist, vinkonur í kringum sig, skilur, þeir hafa kannski ekkit endilega þess að geti til þess að vera að labba á milli, banka upp og hey, á ég rétt, fæ ég hjálp, skilur, kemst ég áfram, þú veist, þetta fólk sem búið að vera veikt, fólk sem að hefur ekkert eitthvað geggjaðslega mikla getu til þess að vera að eltast við hvar það á rétt, hvar það á ekki rétt, hvernig að leysa þessi vandamál sem eru nú þegar bara, þú veist, þetta bara stór erfið vandamál fyrir einstaklingar sem eru kannski bara tæpir á því að geta bara, þú veist, bara verið ekki í sjálfskaðandi mynstri, að þá eru þessar hindranir alveg ofboðslega skrýtnar að kerfið skuli ekki frekar ýta undir það að hjálpa þessum einstaklingum að finna réttinn, að hjálpa þeim af stað, að því að það borgar sig svo margsinnis tilbaka til þjóðfélagsins ef að þú ert með ánægðan ríkisborgara sem að kemst áfram í lífinu, hann svo miklu líklegri til þess að vera produktiv í þjóðfélaginu. Já, einmitt, já, líka bara hjálpa fólki til að hjálpa sér sjálft, einfaldlega og algjörlega. Breyta aðstæðum. Ég langar aðeins að heyra í þér Sanna áður en við höldum áfram með þessu umræðu en þú hefur líka náttúrulega bæði persónulega reynslu af þessu að vera strögglandi bæði framhalds- og háskólanemi og vinna með skólanum og allt þetta. Þú kannski aðeins segja mér frá þinni reynslu? Ég var að taka til í skúffu heima hjá mér daginn og var að nýta sumarfríið að fara í gegnum gamalt dót og rakst á synjunarbréf frá Reykjavíkurborg þar sem að ég hefði sótt sérstakan húsnæðisstuðning eða húsaleigubætur á sínum tíma hjá Reykjavíkurborg þar sem ég var að leigja á stúdentagörðunum og ég fékk það var ekki samþykkt. Og þá var þetta þannig að loka metrunum, þá treysti ég mér ekki lengur til þess að vera að vinna á fullu með námi eða ofan á nám eins og kannski réttara til þess að segja því að fullt mastersnám og bara skrifa mastersritgerð og að vera að vinna en alltaf tvöföld vinna eins og sumir myndi kannski segja þetta og ég var að leigja á stúdentagörðum og mér minnir að námslánið hafi verið svona rúm 500.000 krónur frá LÍN fyrir eina önn og húsaleigan var 100.000 og ég fekk í húsaleigubætur 31.500 eitthvað svoleiðis. Þannig ég ætti að lifa svona 30.000 krónum út mánuðinn og það dálítið erfitt þegar maður komið bókakostnað og
ég fæ líka oft mígreni, þannig að það svona lyfjakostnaður ofan í þessu, en ég var nálægt skólanum, þannig að var aðeins minni samgöngukostnaður en ef ég hefði farið til mömmu upp í Efra-Breiðholt og ef ég hefði farið til mömmu að þá náttúrulega var ég að greiða heim af því að hún að leigja hjá félagsbústöðum, þannig að þá hefði hún náttúrulega misst ýmislegt ef að hún var ekki lengur að búa ein og þá hefði náttúrulega húsnæðisstuðningurinn hennar lækkað, þannig að auðvitað væri ég að greiða heim og það náttúrulega það sem að bara fullorðið fólk gerir eða býr hjá foreldrum sínum. Það náttúrulega ekkert allir foreldrar sem að geta bara leyft mann að búa heima hjá sér, þannig að það oft sem maður heyrir svona, já, getur ekki bara búið hjá foreldrinum á meðan þú ert í námi og það ekkert valkostur allra. Þannig að, já, þetta var staðan að vera að klára mastersnámið sitt með 30.000 á mánuði og það eitthvað sem að bara gengur ekki upp til lengdar og þannig að þá fer maður að treysta á alls konar svona óhagstæð lán og ég man að ég var að sækja sérstakan húsnæðisstuðning og það var alveg verið að spyrja út í einmitt hvort ég hefði eitthvað stuðningsnet og hvernig fjölskyldan væri og alls konar slíka þætti og mann líður oft eins og kerfið sé hannað þannig að maður eigi ekki að geta komist í gegnum það. Þannig að ég fór bara í öll þessi óhagstæðu fyrirtæki til að komast í gegnum þetta. Það var Netgyro og alls konar svona til að kaupa matinn og Netgyro það er ekki hægt að fá það hjá Bónus en þá fyrir maður náttúrulega herri matarkostnað og styðst við Netgyro og það sem maður getur skrifa matinn á sig og maður veit þetta mjög óhentugt en ég ætla að næla mér í þessa gráðu. Þó að þetta sé ekki kannski það besta, þá vildi ég bara klára þetta. Ég með gráðuna, það getur enginn tekið það á mér. Þó að ég sé ekki endilega með góðan lit inn á kreditinfo vegna fyrri gjörða minna. En þetta kostar sitt og ég held að það sé náttúrulega bara bakgrunnum sem að skipti máli að maður byrjar á nulli eða jafnvel mínus að það skiptir alveg máli einhvern veginn hvað stuðning maður hefur til að halda áfram að mennta sig og maður kannski hugsa bara af hverju fór hún ekki fyrir eitthvað bara að vinna í staðinn fyrir að koma sér í einhverjum svona skuldasúpu en þetta bara ég vildi mennta mig, ákvað að fara þessa leið og ég er bara ánægð með það í dag. Já, það er þetta, mér langar kannski líka að varpa yfir til þín Hlynur með það að það er stuðningurinn sem að fólk fær þegar kemur úr meðferð. Þú veist, af því að nú er til dæmis Reykjavíkurborg svolítið vísar yfir á SÁÁ og það er til dæmis, ég held að það séu alveg örugglega það er engin fíkniráðgjafar hjá Reykjavíkurborg, er það nokkuð? Ekki svo ég veit sko. Nei, einmitt. Ég held einmitt að það er svolítið þetta að það vantar í raun og veru alla endurhæfingu þegar fólk kemur úr meðferð, er það ekki rétt skilið? SÁÁ er með eitt áfangaheimili, þeir kallar þetta ekki áfangaheimili, en það er svona endurhæfingar meðferðar langtíma úrræði sem er eins og áfangaheimili, búsetuúrræði með endurhæfingu innifalið. En það er bara einhverjir 15 manns sem komast í það og það er ársdvöl plús, minni mig. Já, einmitt. En það er öll aðstoð eins og hjá félagsþjónustunni er ekkert, það er ekkert að kalla þetta endurhæfingu, er ekki allt svolítið bara eftir í hvað fólk er? Ég held að flesti séu bara sendir í grettistækið, það er virk, bara þetta basic ekkert sérstaklega einskoti við það að fólk sé að koma úr meðferðum Já, einmitt. Og það er einmitt að þegar fólk reynir eins og þú til dæmis að fara í nám, þá er bara einhvern veginn allt lokað. Þessi ég fór með þetta spáði þegar Sanna var að tala, og hún var einmitt að lýsa fyrir okkur þegar hún fer í gegnum námið og hún er að vinna með og þetta er svona tvöfalt álag. Og það er svo fyndið fyrir fólk sem er að koma út úr meðferðum, það er rétt að höndla bara raunveruleikann. Það er bara búið að vera í einhverju búblu, bara í einhverju þoku, það er ekkert inni í raunverulega lífinu, það er ekkert inni í þjóðfélaginu, það er bara inni í sín veikindum. Svo kemur það út í þjóðfélagið, svo byrjar það kannski að gera eitthvað með viti og eitthvað svoleiðis, búin að skýta upp á bak, hvað var það vanskilaskrá og allt þetta. Að halda að geta fólks sé mitt að vinna tvöfalt, það er bara ekki séns. Allan ekki þegar ég horfa sjálfa mig. Ef ég ætti að vinna núna 100% vinnu eða 50% vinnu eða eitthvað meðfram, þá eru líkurnar á því að ég brenni út og detti í það bara heilmiklar.
hreinlega vegna þess að minn þröskuldur fyrir streitu og álagi ekki jafn hár eins og hann hjá venjulegu fólki. Þú veist, ég þarf að þarna kemur inn, skilur, þú veist, það svona alveg búið að gleyma, sko, þú veist, að þessir einstaklingar, það tekur smá tíma. Þú veist, ég búin að fara í gegnum fangelsi í þriðja heims ríki, skilur, ég búin að fara í gegnum alls konar, skilur, þú veist, og hérna, þótt að það hafi verið stuttur tími, þá hef ég gert alveg ótrúlega margt á þessum stuttur tíma, en eftirköstin, skilur, það núna, þú veist, þá stend ég frammi fyrir því, þú veist, ég á auðvelt með að læra, og hérna, ég get lært og ég veit að ég mun, ef ég kemst þarna inn í námi og get sinnt þessu námi, skilur, með 100% athygli á náminu, en ekki á því hvort að ég geti lifað af á 30 skallinum á mánuði, af því ég einmitt, þetta stærsti kvíðavaldur minn í allt sumar. Það, ég að fara að éta núðlur allan tíman, skilur, af því hvernig annars á ég að borða? Ég einmitt á stúdentagörðunum upp í Grafarholti og ég hugsa alveg bara, þú veist, það tvær hellur hérna, skilur, þú veist, þetta ekki einu sinni gert, skilur, fyrir alvöru heimilishald. Þetta gert fyrir þannig að, það eins og við séum með einhverja svona ranghugmynd það að stúdentar, að þeir lifi einhvern veginn öðruvísi en annað fólk, þú veist, og eins og góð umræði sem var daginn var þarna hvað framfærslulánin eru ógeðslega lág. Og það alveg önnur kategóri af umræðu, það að hvernig á einstaklingur að vera með 125.000 kall í framfærslu á mánuði, en borga svo 111.000 í leigu. Það staðan í dag, þú veist, ég meina, þetta ekki hægt. Og eiga þá bara allir stúdentar sem stunda nám við háskólan að vinna með námi, hvað með fólki sem hefur ekki getuna til þess? Hvað með það? Það þá bara ekki, þú veist, ef það ekki fjársterkt og það hefur ekki pening á milli handana, það býr það bara að öðruvísi tækifærum. Því að það getur ekki 100% einbeitt sér að náminu sem minnkar líkurnar á því að það nái jafn góðum einhverjum. Það minnkar líkurnar á því að það muni líða jafn vel. Það eykur líkurnar á því að það brenni út. Þú veist, það eru 100 hluti sem maður getur talið upp sem að fylgir því að vera illa settur þegar maður byrjar í námi. Og það kerfi hjálpa ekki. Já, akkurat. Já, ég einmitt veitti þessu athygli líka því að ég hlunkaðist í gegnum þetta nám þráttur að einmitt að var mjög erfitt í fjárhagslega og ég einmitt sko ákvað að henda mér út í þetta þó ég væri í raun og veru ekki komið með neitt, þú veist. Ég fekk einmitt bara eftir á greiðslun og ég svolítið harkaði í gegnum þá bara á einhverjum auka greiðslum með börnum og svona sem að ég hafði til að velta fjölskyldunni og svo bara borgaði ég held ég einn reikning á mánuði bara til þess að þú veist það fær ekki í innheimtu og borgaði ég bara einn reikning þarna og einn reikning þarna og svo gerði ég upp þegar námsvæðin kom upp bara skuld þú veist þannig að ég fór í gegnum þetta þannig en sem var náttúrulega bara þú veist algjör sturlun en og svo einmitt bara hjálparstofnanir þær líka eru náttúrulega bara, þú veist, mjög, þú veist, þó að ég sé alveg gjörsamlega mótfallin, fólk á ekki að þurfa að reiða sig á hjálparstofnanir, en þær eru náttúrulega bara, þú veist, þvílík, bara hjálparhella í þessum aðstæðum, en það er önnur saga. En sko það sem að ég veitti athygli í þessu námi var einmitt, sko að allt brottfall, þetta var einmitt fólk eins og við, fólkið sem að þurfti að vinna með námi, kannski fulla vinnu, var að mæta, þú veist, ósofið, þreytt, þurfti að fara úr tímum til að mæta í vinnu, gat stundum ekki mæta því að það þurfti að taka aukavaktir, gat ekki sinnt eins og heimanáminu sem skildi, fólk með einmitt kannski börn og í vinnu, þú veist, og að einhvern veginn að fólki sé gert að reyna að stunda nám með þessum hætti náttúrulega bara fáránlegt. Og líka einmitt fólki sem var bara að taka, þú veist, einn og einn áfanga og þá vera kannski 6 árið eitthvað að klára 1 gráðu sem náttúrulega mjög einmitt önnur ávísun á að fólk gefist upp vegna þess að það bara heldur ekki athygli og það er einhvern veginn bara svo fáránlegt að þetta umhverfi sé þannig að það sé ekki, fólki sé ekki gert kleift að gera þetta. Og þess vegna einmitt finnst mér þetta svo
mikilvægt að bara aðgengið okkar sem að erum ekki fædd með gullskeið í munninum, svo ég orði það snyrtilega, þú veist, hvernig upplifið þið það? Finnst ykkur vera svolítið skilaboðin þannig að bara við sem að erum ekki fædd með þessa gullskeið í munninum, eigum bara ekkert erindi í háskólanum? Finnst ykkur það skilaboðin? Kerfið sé allavega hanna þannig að það sé ekki verið að gera fólki þetta auðvelt og mér finnst eins og ef við skoðum reglur Reykjavíkurborgar að þá einmitt sko getur einstaklingur ekki fengið námsstyrk eða fjárhagsaðstoð til framfærslu á meðan á námi stendur ef að ef að námið er sem sagt lánsætt hjá LÍN eða þá Menntasjóði námsmanna eins og það heitir núna. Og þannig að það er svo mikilvægt að skoða samt aðstæður hverju sinni. Þú veist, auðvitað höfum við reglur og vinnum eftir þeim, en það er einmitt mikilvægt að skoða bara, þetta er lánsætt, af hverju sækir þessi einstaklingur ekki bara frekar þar, þú veist, þessi umsókn á ekki heima hér, þú veist, þessi getur bara sótt hjá LÍN, en þegar að það gengur ekki upp, að skoða þá, þessi einstaklingur getur ekki sótt hjá LÍN, þú veist, allar dyr eru lokaðar út af því að, kannski vanskilaskrá eða kannski að því að nú minnum við að sé búið að breyta einhverju en þú þurftir alltaf að ná, held ég, 18 einingum til að fá lánið og til að fá greiðsluna og hvað er það kannski það er ekkert allir sem að bara passa inn í það form að ná ákveða mörgum einingum, þú veist, sumir vilja taka þetta hægar og sumir taka þetta bara á ákveðnum hraða, fjölskyldur og foreldrar og eru jafnvel að gera þetta samhliða starfi og þannig að það er mikilvægt að skoða einmitt aðstæður, bara er þessi einstaklingur fær ekki yfirdráttarheimild hjá bankanum af því þetta er svo háð því, þú getur ekki bara sótt hjá LÍN eða Menntasjóði námsmanna og þau leggja inn á þig og svo einhvern veginn fer í gegnum önnina. Þetta er þannig að þú þarft að byrja á önninni, ná öllum einingum, þá færðu frá LÍN ef þú nærð einingunum, en þangað til frá janúar til maí, þá ert að lifa á yfirdráttarheimildinni frá bankanum. Svo ef þú fellir í öllu, þá skuldir á bankanum. Þannig að af hverju er bankinn einmitt komin inn í þessa jöfnu? Það er eitthvað sem ég set stórt spurningamerki við. Og af hverju kostar svona gríðarlega mikið að vera í námi? Það kostar rosalega mikið pening að vera í námi og þetta er ekkert annað fyrir okkur öll og þetta er sett þannig upp að það eiga ekkert allir greiðan aðgang, ég sé það bara þannig. Þannig að mér finnst gríðarlega mikilvægt einmitt, þú veist, við erum með reglur en við þurfum að skoða hvert tilfelli fyrir sig og hugsa þá bara svona hérna þurfum við að hjálpa einhverjum, hérna þurfum við að veita stuðning af því að einmitt, þú veist, Menntasjóði námsmanna, LÍN er ekki að ná utan þarfir þessa einstaklings, en ég held að sveitarfélögin, ég geti trúað að þau séu aldrei bara þetta er ekki okkar að eiga við, LÍN þarf bara að breyta sínum reglum. En mér finnst að sveitarfélögin eiga að vera að taka þá á móti þessu og vera þá bara skora á ríki að vera bara lagið þetta. Hver finnst þér skilaboðin vera? Ég? Já. Sko, ég er svo sammála, sko, ég veit samt að Menntasjóður gerði einhverja breytingar núna síðast liðið ár það er hægt að sækja núna að þið borgi mánaðarlega, þannig að þú veist, þessi jafna að maður þurfi alla önnina að þrauka, það er verið að eyða henni, en það sem aftur á móti með eins og mitt tilfelli, ég fæ ekki ábyrgðarmann, ég er nýorðin edrú og fólk er ekkert endilega sem að koma úr óreglu og að reyna að koma sér á stað í lífinu. Það er ekkert endilega með einhvern sem tilbúin að ábyrgjast 500.000 króna lán, skilur svo að þú getur farið í skóla og svo kannski gengur það upp og kannski ekki, kannski þarf einstaklingur að borga og kannski ekki. Það er ekkert allir sem búa að því að eiga svoleiðis einstakling í sínu nærumhverfi og það sem ég tók eftir í þegar ég gerði umsóknina það var hægt að haka við ég er með ábyrgðarmann eða eitthvað svoleiðis og ég náttúrulega eins og staðan hjá mér þá ger ég mig bara grein fyrir hvert ég er komin, hvað ég er að gera og ég bið ekki að einhver sé ábyrgðarmaður fyrir mig
því að eins og staðan í dag þá bara horfi ég á sjálfa mig og horfi síðastliðin 10 ár, skilur, myndi ég sjálfur ábyrgjast mig, skilur, og ég get ekki sagt að ég myndi gera það, skilur, en á sama tíma, skilur, ég þá, bara doomed for life? Ætlar kerfið þá ekki að hjálpa mér, á ég þá bara að sitja í sama drullupeitinum. Og það er það sem að mér finnst sko skrítið, það að þegar ég er búin að sanna þarna fyrir þeim, félagsmálaþjónustunni, að ég fæ ekki vinnu. Ég er búin að vera að sækja síðastliða árið og ég er í raun og veru búin að koma þeim í skilningum það að ég fæ ekki yfirdrátt til þess að covera mig og ég fæ ekki námslánið til þess að byrja með, skilur. Og þarna kemur inn, það er miklu meiri líkur á því að ég er komin inn í námið, búin að ná einingum, búin að sýna fram á, skilur, ég er að fara að standa mig, skilur. Það telji líkurnar á því að ég fái námslán miklu meiri. Og þarna kemur inn, skilur, þetta hlýtur að vera einhvers konar, sko, eitthvað kerfi sem að hlýtur ætti að grípa fólk, af því að nú svona flest allir sem hafa fylgst með mér hafa tekið eftir því, ég er að gera mitt besta. Og ég er virkilega að bara að gefa líf, hjarta og sál í allt sem ég er að gera þess dagana. Og það er svo skrítið að skilaboðin frá kerfinu eru það, já nei, við ætlum ekki að hjálpa þér, við erum alveg búin að taka eftir hvað þú ert að standa þig, skilur, og flott hjá þér, skilur, en þú mátt samt halda áfram að vera bara í drullupeitinum, skilur. Að því okkar kerfi býður bara ekkert upp á það að hjálpa fólki eins og þér til þess að komast einhvert áfram í lífinu. Og það er svona, fyrir mér þá lítið svolítið á þannig, og ég meina auðvitað, fólk sem að býra miklum peningum, það náttúrulega sjálfsög hefur bara meiri tækifæri. Það helst bara kapitalismi bara virkar þannig, skilur. Og það er bara fólki sem á pening, það á fleiri tækifæri. Ég get bara séð þetta þannig, sko. Já, einmitt. Og eins og Sanna var að tala akkurat að fólk sem hefur tök á að búa hjá foreldrum sínum eða eða fær aðstoð einmitt frá fjölskyldunum og einmitt eins og varst að tala með ábyrgðarmennina að það er ekkert allir sem að geta hlaupið að því, ég meina það er ekki allir sem að koma sem að eiga foreldra sem eiga eignir eða þannig að það er þetta er náttúrulega gríðarleg takmörkun og þarna náttúrulega þyrfti kerfið svolítið að stíga inn í annarkvort að félagsþjónustan gæti tekið að sér að taka ábyrgðir eða einfaldlega einmitt að lána fólki þegar það lendir í þessum aðstæðum. Af því að það er í raun og veru ekkert sem að segja sko að til dæmis að ef þú ert á vanskilaskrá eða eitthvað svoleiðis að þú eigir ekki rétt á að fá námslán. En þetta er staða sem þú lendir í vegna þess einmitt eins og Sanna benti á því að þú ert í samskiptum við bankastofnanir. Og þar náttúrulega á fólk ekkert alltaf lánshæfismat eða neina velvild er oft búið að koma sér í miklar skuldir þar og bara er ekki með réttu papírana. Þannig að já, við þurfum að fara að hætta þessu í bili en já, nema að sé eitthvað sem að brennur á ykkur í að auki. Sanna, heldur þú ert nú borgarfulltrúi núna, þannig að svona, hvernig sér þú fyrir þér að sé hægt að breyta þessu? Sko, í fyrsta lagi þá myndi ég vilja að þetta væri sko námslaun en ekki námslán og það er vissulega verið að taka skref í þá átt með þessum breytingum þannig hjá Menntasjóðnum en þetta er samt ekki, þú veist, eins og kerfinu hafi verið breytt úr lánakerfi í styrkjakerfi og einmitt að við eigum rétt á því að mennta okkur, þetta sé ekki eitthvað sem að þú komist bara í ef þú hefur efni á því eða að ef þú farir í þetta þá sérstu með eitthvað svona skuldahala á bakinu af því að ég trúi því að við viljum öll búa í samfélagi þar sem að einmitt samfélagið okkar er bara fjölbreytt þar sem að fólk getur verið það sem að það vill vera og það er bara alls konar og sumir vilja þá fara í hinn á þessa skóla og sumir ekki og að ef þú viljir fara í einhvern skóla eða í eitthvað nám að þá sé það ekki svona gríðarlega erfitt og ég held einhvern veginn að það sé bara gott fyrir okkur öll. Þannig að einmitt skuldir og fjárhagsáhyggjur eiga ekki að vera grunnur að því þegar maður er að reyna að læra eitthvað nýtt. Já.
Ég held einmitt líka, ef ég kannski gríp þetta hjá þér, sko, að líka það sem að nám gefur þér líka náttúrulega það opnar hugarðinn. Það kennir þér alls konar hluti sem þú þarft sem tól í lífinu. Þannig að það að þetta sé algjörlega lokað fólki sem að til dæmis elst upp í fátækt eða krökkjör eða hefur lent í miklum áföllum í lífinu náttúrulega bara eiginlega mannréttindabrot. Að þetta sé ekki opið tækifæri. En eitthvað sem þú vilt bæta við, Hlynur? Já, ég sko, fyrir mér, þá hugsaði þetta, ég mjög sammála því sem Sanna var að segja það, það náttúrulega, veist, og það svolítið fyndið að Kári talaði með þetta líka daginn, Kári Stefáns, mikill meistari, hann var að tala það að það ætti náttúrulega að menn ætti að fá frítt í nám og nám ætti náttúrulega bara að vera eitthvað sem að allir geta gengið inn í og stundað og þróun mannkynsins á þessari stundu, ég meina, við höfum aðgengi að, námskeiðum í tölvun okkar og við gætum sjálf menntað okkur í þannig sé hverju sem í gegnum tölvu, en aftur á móti þá ekkert allir sem búa að því að hafa getu til þess að gera það. Við ættum að sjálfsögðu að vera bara með kerfi sem að virka fyrir alla og ég held að það, í dag það ekki raunin. Það eiginlega bara svolítið langt frá því og ég held að það sé mjög ríkt að krakkar sem að þurfa að flytja út að heiman 18 ára gamlir hafa bara ekkert sömu tækifæri og einstaklingar sem geta búið heima hjá mömmu og pappa, langt fram eftir og stunda námið sitt og klárað námið þannig að ég vona svo innilega að það verði gerðar breytingar og fólk sem hefur misstigið sig í lífinu fái það tækifæri að mennta sig ef það hefur áhuga á því. Já, einmitt. Og þetta bara lykillinn að eiginlega því að þú getur svona svolítið skapað eigin framtíð. Yep. Og já. En bara, mér langar að þakka ykkur báðum innilega. Það hefur gríðarlega mikið komið fram hjá okkur sem að ég held að þeir sem að fara með völdin geti nýtt sér til þess að gera okkur öllum bærilegt að lifa í þessu samfélagi. En mér langar að þakka ykkur innilega fyrir Hlynur Kristinn Rúnarsson og Sanna Magdalena Mörtudóttir, sjálf heiti ég Laufey Ólafsdóttir og við bara kveðjum úr hinni Reykjavík.